Föstudagsþátturinn heldur áfram og við ætlum að vinda okkur í dálítið aðra sálma. Við ætlum að fara yfir í knattspyrnu og íþróttir og hingað til mín í setti kominn Sigur Óli Kristjánsson, Moli, sem að ég fékk að vita væri titlaður Íslandsmeistari Finna í íþróttasálfræði utanhús. Ég veit ekki alveg hvað felst nákvæmlega í því, en hann allavega starfsmaður KSÍ, búinn að vera á hringferð, sinni annarri hringferð í kringum landið. Vertu velkominn, Moli. Þetta annað árið í röð, ekki, sem þú ferð hringinn í kringum landið á vegum KSÍ? Jú, ég fór sumarið 2019. Tók, held ég, 33 staði hérna allt land, allan hringinn. Tók svo núna í ár 35 staði, held ég. Ég held við höfum bætt 5 við. En það voru svona sömu staðirnir aftur. Já. Þetta átti nú að vera stærra hjá okkur en COVID-inn, hann tafði þetta verulega og við náðum eiginlega bara skjótast núna 2 mánuði. Þannig að við ákomum að taka svona næstu því sömu staðina aftur. En langaði auðvitað að taka aðra 35. Það bara, verkefni snýst það að kveikja ljós í litlu bæjarfélögunum, varðandi fótbolta, en það þetta vegum KSÍ. En eins og ég segi alltaf, hvaða staður ekki lítill á Íslandi? Nei, einmitt. Þannig að þetta snýst að þjálfa krakka og svona bjóða upp á fjölþættari svona æfingar eða svo segir, kveikja ljós, ekki satt? Jú, þannig var nú hugsunin hjá okkur í upphafi, en svo bara þróunin var nú þannig að hafa býsna mikið talað. Já. Og það var alltaf tekin einhver klukkutími og korter, 1,5 tími í fótbolta á fullu. Já. Snerist yfirleitt það að ég var með svona pönnuvöll, lítinn, sem svona 8 völlum með litlu mörkum. Já. Þar var bannað að vera í markinu því að markið er svo lítið. Ég lét að spila 1 og 1 eða 2 og 2 eða 2 og 2. Já. Þannig að nándin var mikil, ég var inni með, mikil nánd. Mikla leiðbeiningar, nota hægri og vinstri og engin vinnur, það engin keppni í þessu, teljum mörkin saman, hafa gaman, brosa í gegnum hlaupinn og hörkuna og fótboltann og má gera mistök. Já. Þetta var sem sagt, þannig að sér það að við vorum kannski ekki með þetta þennan harðkorna fótbolta sem náttúrulega allt og mikið af í dag. Heldur vorum við líka að reyna að bæta í lýðheilsu og að gera ekki mistök þýðir að þú þarft ekki að koma inn í hennar völl til mín og vera kvíðinn eða hræddur að gera mistök eða bara spenntur eða spennt fyrir að koma og keyra fótboltann í gegn í 15-20 mínútur í einu. Einmitt, auka á leikgleðina sjálfa. 2 reglur, fótboltinn á að vera skemmtilegur, má gera mistök. Já. Þannig að það áttu búin að losa svolítið mikið frá krökkunum. 6 ára krakkar, 10 ára krakkar. Þetta eru stelpur og strákar sem voru kannski að koma á fyrstu æfinguna sína. Já. Langaði ekki að koma á æfingu. En eftir kannski 15 mínútur þá hoppuðu inn í pönnuvöllin og ætluðu bara aldrei að komast út úr honum. Nei, einmitt. Og mér skilst að þessir pönnuvellir hafi gert það mikla lukku að ekki KSÍ að skoða það kaupa svoleiðis velli til þess að eiga og mörg íþróttafélög sem hefðu hug á því að eignast svona velli. Jú, þetta staðan bara þannig eftir fyrsta árið. Þá kom ég núna 2020 á sömu staðina, hitti sem betur fyrir þá nú forráðamennirnir og formenn íþróttafélagana á þessum frábæru litlu stöðum, 200 manna samfélag, það sem að bara sama fólki að vinna hana í fótboltanum, allt árið í kring og þetta var sama fólki sem ég hitti núna. Sem náttúrulega frábært því að þá komið pínu reynsla og þá greinilega ekki skipti þarna. Það skipti miklu máli. Og pönnuvöllurinn bara næsta svar við litlu bæjarfélögin okkar. 2008 þá setti KSÍ upp sparkvelli út allt land. Nema held ég á einum stað sem ég nú reglulega myndur á, en því við erum nú bjargað. En þá kom sparkvellir sem eru þá svona handboltavöllur, mínus handboltavöllur, handboltamörk nánast. Þannig að það var kannski flott fyrir krakka sem að fara í fótbolta 5-5, 6-6, 7-7. En á þessum stöðum þá erum við ekkert að fá að banka upp á og
Stebbi vill fá 9 krakkar með sér í fótbolta. Nei. Það kannski bara 9 krakkar í skólanum, skilurðu, í grunnskólanum. Já. Þá pönnuvöllur næsta mál, núna 10-11 árum seinna, vegna fækkun á þessum stöðum sem held ég að lagast aftur. Já. En það var veruleg lækkun hann á þessum 10 ára tímabili. Þá pönnuvöllurinn svarið. Þá bara banka Stebbi upp og hjá Nonna eða Stínu. Þau fara bara 2 inn á pönnuvöllin, spila 1 og 1. 1 og 1, já. Og veggirnir eru allir með, þannig að 8. völlur þá eru 9 móti 1. Þannig að hann frábært að æfa vörn og frábært að æfa sókn og skot og sendingar og allt. Akkurat, efla tæknina bara heilt yfir. Já, og geta 2 verið saman í þessu. Já. Eða 2. Það ótrúlega magnað. Næsta svar. Þannig að þetta og örugglega margir sem hafa fyrst kannski komist í tæri við þetta á þessum ferðalögum þínum landið. Já, það var þannig og það var þannig að þegar ég kom í sumar og ég sá sama þjálfarann auðvitað og frábæri þjálfarann og sá sömu forráðamennina og sömu krakkana, ég veit ekki, pluss 1 eða 2 sem var ekki í fyrra. En það spurði ég bara, akkur varst ekki í fyrra? og þá var hann í útlöndum. En í ár var enginn í útlöndum, þannig að þetta voru sömu krakkarnir, þannig að ég spurði nú bara forráðamann og þjálfarann, eigum við ekki að sleppa pönnuvöllinn í ár? Já. Af því að þetta nú bara sama krakkarnir, við gerum eitthvað nýtt núna, komum við eitthvað að vera svona ferskur. Já. Það var bara stoppað af alveg neyð. Já, það var allir... Veistu það, þeir eru búin að bíða heilt ár eftir þessu. Já. Að þú komir aftur og aftur með pönnuvöllinn. Stemningin, engin vinnu og engin tapi, hafa gaman, engin kvíði, má gera mistök á vellinum á fullri ferð og þetta eru verulega átök. Pönnuvöllur í 10 mínútur eru bara verulega átök. Boltinn aldrei út af. Hann kemst aldrei út af. Nei. Og ef hann fyrir út af þá fullt af krökkum og forráðamönnum og pabbi gamli tilbúið til að henda boltanum inn og aftur. Þannig að það voru fullt af boltasækjunum hann. Já, það var ekkert vandamál. Nei, þetta ótrúlega gaman að heyra og ég vona að þetta verði til þess að það verði pönnuvellir bara í öllum plássum áður en langt líður. Og þetta var náttúrulega í annað skipti sem þú ferð í svona ferðalag og þú varst í rauninni svolítið á undan þinni samtíð má segja að ferðast innanlands áður en það komst í tísku og varð ill nauðsyn kannski að því fólk gæti ekki farið til útlanda en útlit fyrir að þetta verkefni lifi áfram og þú farir aftur hringinn á næsta ári? Já, sko, ég gleymdi einu. Þegar ég fer núna í burtu frá þessum stöðum þá eru svakalega margir forráðamenn að spyrja hvar fáið svona pönnuvöll, getur reddað svona pönnuvölli, getur KSÍ hjálpað okkur og það komin að stað núna fyrir viku síðan, þá komin að stað mikil vinna hjá forráðamönnum KSÍ að koma sér í sambönd við góðan birgja erlendis, kaupa pönnuvelli og hjálpa liðunum að fá pönnuvelli. Já. Þannig ég held að næsta sumar 2021 þegar þetta COVID verður búið og fólk má fara til útlanda, þá fer bara enginn til útlanda þegar það vil vera á stöðunum þegar ég kem. Já, það verður allir að bíða eftir pönnuvöllunum. Já, en ég hef trúið því að pönnuvöllunum verði komin upp í næsta vor í mörgum litlum samfélögum. Já. Ég veit ekki hvort að KSÍ tekur þátt í kostnaðinum eins og þau gerðu 2008 með sparkvellina en allavega kemur þarna pönnuvellir á lægra verði. Já. Af því þeir geta pantað náttúrulega mikið inn í einu. Ég tók 2 pönnuvellir með mér í sumar sem KSÍ keypti. Já. Þannig að þeir eiga 2 pönnuvelli. Þannig að við getum hvenær sem farið hvert sem með þessa velli og þeir eru svakalega vinsælir þessi pönnuvellir. Frábært. Ég hlakka mjög til að fylgjast með og sjá hvernig þessi þróun verður áfram. Það bara virkilega jákvætt að heyra þessu frábæra verkefni og ég segi bara gangi þér vel á næstu hringferð og takk fyrir að koma í þáttinn og segja okkur frá þessu. Takk fyrir, það var lítið.